Hvítárvöllum sem keppa fyrir lið Mýrdalur og tilbúin að vera Bil Guðrönsdóttir og Hryggur frá Hryggstekk. Og þannig Iðunn mætti braut, þú mátt bara ríða braut og hefði þína sýningu þegar þú ert tilbúin, gjörðu svo vel. Komið þið sæl og blessuð, þið sem ekki voru orðin tengd hérna rétt áður en að keppni hófst. Við heilsum hérna á Borgarnesi í kvöld, þar sem rok og rigning og svona ekki gott uppbytunarveður fyrir knapana hérna úti en það er reynt að gera gott úr öllu og sem betur fyrir ekki margar afskráningar en þær eru samt aðeins fáum sínir svona vetrinum þó að sé svolítið sumarlegt rokið og rigningin núna en allavega gerir það að verkum að þetta svona þvældist aðeins fyrir okkur og þurfti að fresta mótinu og aðeins að hérna aðeins að hrella okkur veturinn. Nú í brautina er komin hún Iðunn Silja Svansdóttir með nökkva frá Hvítárvöllum eins og þulurinn sagði hérna áðan og þau keppa fyrir lið Mýrdals og nökkvi er undan hún Sprota frá Skeljabrekku sem í eigu þeirra Dagnýjar og Þorvaldar á Skeljabrekku eða var í eigu þeirra en nú komin held ég eitthvað út og undan Söndru frá Hvítárvöllum. Þetta er hestur sem er held ég farið rétt með ræktaður á Ólafi Davíðssyni á Hvítárvöllum. Nú það er held ég ekki mikil keppnisreynsla á þessum hesti. Þannig að þetta er hérna svona kannski ekki alveg frumraunin en hann er allavega ekki svona með mínar heimildir mikið sjóðaður í brautinni. Þetta er bara lagið rúlla áfram. Og við þökkum Iðunni og Nökkva fyrir sína sýningu og næsti braut á að vera Bil Guðröðardóttir og Hryggur frá Hryggstekk og keppa þau fyrir flott fax og tilbúin að vera Siguroddur Pétursson og Bragi frá Hrísdal. Og þá er hún komin hér hún Bil Guðröðardóttir með Hrygg frá Hryggstekk. Ég held að ég fari rétt með það að þetta sé hennar fyrsta keppni hér allavega í Vesturlandsdeild. Þannig að við bjóðum hana sérstaklega velkomna. Og hún keppur fyrir liðið Flott Fax og hesturinn er Hryggur frá Hryggstekk. Þetta er skemmtilegt nafn á honum sem vísar í bæinn. Nú Hryggur undan honum Hróðri frá Refstöðum og Drífu frá Nýjabæ og mér sýnist það svona tölunáni hjá honum að hann sé búinn að keppa töluvert með alveg ágætis árangri og þeim býsna bara reyndur í brautinni. Það voru konar tölur fyrir hana Iðunni og hún hefur hlotið í meðalengunum 3,67 en þau eru hérna í brautinni Bil og hann Hryggur svona ekta hróðslítur á honum
Leisdóttur og Lesóttur og kannski með svona bónusring í auganu. Ég sé það nú ekki alveg hérna á skjánum hjá mér. Og við þökkum þeim Bil og Hrygg fyrir sína sýningu. Og næstur í braut að koma Sigurður Pétursson og Bragi frá Hrísdal og keppa þeir fyrir Kitka Söðursholt hestakofi. En það eru tölur fyrir Iðunni, það er 3,80, 3,10, 4,10, 2,90 og 4,90 sem gera 3,67. Og það eru komnar tölur fyrir Bil, það er 5,80, 6,50, 5,80, 6,10 og 6,50 sem gera 6 og 13. Og þannig er Sigurður mættur, þú mátt bara ríða í braut og hefur þína sýningu þegar þú ert tilbúin, gjörðu svo vel. Já, eins og þulurinn sagði að þá eru komnar tölur fyrir Bil og hans Hrygg frá Hryggstekk. Og það er meðalengunum på 6,13, það er aðeins mismunur þarna, það er eitthvað verið misjæmt sem að þeir hafa séð dómararnir. En hún er að fá frá 5,80 upp í 6,50, svo sem ekkert eitthvað hímun og hafin, en svona aðeins á milli flokka. Þannig að það verður verkefni hjá hann að rýna í það, kíkja svona til þess að skoða tölurnar sínar. En þetta var bara algjörlega ágætis árangur. Nú í brautinni er kominn Sigurður Pétursson með Braga frá Hrísdal. Þeir eru nú báðir ansi sjóaðir hér í keppnum. Bragi er margreyndur keppnishestur fjölskyldunar vil ég segja og hefur oft komið fram með bara ágætis árangri. Þeir eru hér mættir. Nú hann Bragi, hann er undan honum sjálfi frá Austurkoti fyrirgeðu. Sem hann Páll Bragi sýndi sjálfur og hérna og kom oft fram með. Nú eins og áður sagði þá er veðráttan hérna svoleiðis núna að mér finnst það nú að vera bara ákveðin dugnaður að hversu margir eru þó mættir á hérna pallana og keppendur allavega er ekki góðum málum að vera hitt upp úti hérna. Þannig að það leikur ekki allt saman, allt í lindi hvað þetta varðar, en við getum ekki hvort að við veturinn, þannig að við verum að sætta okkur við þetta. Vonum að þetta hafi bara ekki sláð áhrif á hesta og knapa hér í kvöld. Og við þökkum þeir Sigurður og Braga fyrir sína sýningu. Næsti braut að vara Harpa Dögg Bergmann Heiðarsdóttir og hrynjandi frá Kviku.
og þau keppa fyrir Hestaland. Og tilbúin að vera Kristín Eir Hauksdóttir. Og það eru konar tölur fyrir Sigurótt og Braga, það er 6,0, 5,60, 5,10, 4,40 og 5,40 sem gera 5,37. Og þarna er Harpa komin og þú mátt bara hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin, gjörðu svo vel. Já, hún Harpa Dögg Bergmann er mætt hér með hrynjanda frá Kviku. Ég man nú ekki hvort hún hefur komið hann hér áður, ég held ekki. Ég allavega svona man ég það nú ekki sérstaklega. En þau eru hérna mætt, hann hrynjandi, hann er undan Hraunari frá Hrossaga. Og hann er undan Hnoss frá Kolsholti 2 líka. Þetta er hestur sem ég fann nú ekki, allavega ekki að þau Harpa hefðu keppt mikið saman. En þau eru sem sagt mætt hér. Harpa er á Húlum og hefur hérna komið hér og keppt í Vesturlandsdeild, enda gert áður. Þannig eins og ég hef áður sagt, alltaf svo gaman að fá þessa krakka sem eru ungir og efnilegir hérna á svæðinu til þess að koma og taka þátt. Nú að Siguroddur hann hlaut í einkunn hér áðan 5,37 og þar voru einkunnir frá 6,0, 5,60, 5,10, 4,40 og 5,40. Og við þökkum Hörpu og hrynjandi fyrir sína sýningu. Mér langar að biðja fjórða dómara að staðfesta hjá bil og hrygg. Fjórði dómari myndi staðfesta hjá bil og hrygg. Og næsti braut að vera Kristín Eir Hauksdóttir og koma frá Skáney og keppa þau fyrir lið Skáney og Eysteinn Leifsson á að vera tilbúin. Og það er konar tölu fyrir Hörpu, það er 5,60, 6,0, 6,10, 6,60 og 6,10 sem gera 6,07. Og þarna kemur Kristín. Þú mátt bara ríða í braut og hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin, gjörðu svo vel. Já, þá er Kristín Eir Hauksdóttir, húlakers, mætt í brautina. Og eins og áður sagði, eða kom fram hjá Þula, þá er hún með hann að komi frá Skáni. Komma er undan honum Sókrates frá Skáni, sem er svolítið eftirminnilegur hér úr Vesturlandsdeildinni. Hjá honum Guðmari Þór, sem átti allavega tíma þann hest. Og hérna kom nokkuð oft með hann fram. Þegar hún er undan Prúð frá Skáni líka. Hún koma og þær hafa svona keppt áður saman, held ég í 1-2 skipti. Þannig að það er svona, það er að máta sig í þetta. Og hérna, og koma núna mættar hér til leiks til þess að keppa í T2 í Vesturlandsdeildinni. Það er gaman að sjá til þeirra. Eins og kom fram hjá Þuli hérna áðan að þá fengu knaparnir ríða svona ekstra hringi hérna inn á hérna brautinni
af því að veðráttan býður nú ekki upp á upphitun hérna fyrir utan. Þannig að þeir taka svona, eða búið upp á það að taka þessa hringi áður en þeir hefja keppni. En þá eru þar stöllur, Kristín og Komma, búin með frjálsuferðina og þá hérna kemur að hægatöltinu, svo enda þær á slakatömnum. Og ef við rifjum upp tölurnar að þá hlaut hún Harpa Dögg hérna á 5,60, 6,0, 6,10, 6,60 og 6,10 sem gerir meðlengun 6,07 og hún smellir sér í annaða sætið. Og við þökkum þeim Kristínu og Kommu fyrir sína sýningu. Næstur braut að vera Eysteinn Leifsson og Fjóla frá Vetri og þau keppa fyrir lið Hergill Exporthestar og tilbúin að vera Þórdís Fjellsteð og Nói frá Akureyri. Og það eru konar tölur fyrir Kristínu. Það er 5,40, 5,0, 5,90, 4,60 og 5,80 sem gera 5,40 og beða fjórða dómara staðfesta. Og þarna er Eysteinn kominn, þú mátt bara ríða í braut og hefði þína sýningu þegar þú ert tilbúinn, gjörðu svo vel. Fjórði dómara staðfesta. Já, þau eru mætt í brautina Eysteinn og Fjóla frá Vetri. Hún Fjóla er undan Loka frá Selfossi og Júnidís frá Skarði. Og ég sé ekki hvort að það er einhver keppnisreynsla á henni svona í fljótu bragði.
Og við þökkum þeim Eysteini og Fjólu fyrir sína sýningu. Næsti braut að vera Þórdís Fjellsti og Nói frá Akureyri og þau keppa fyrir lið Berg. Og tilbúin á að vera Sindri Sigursson og Glettingur frá Skipaskaga. Það konar tölur fyrir Eystein og Fjólu. Það 6,30, 6,40, 6,10, 6,10 og 5,80 sem gerir 6 og 17. Og fyrsta sæti sem stendur. Og þarna kemur Þórdís. Þú mátt bara ríða í braut og hefja þína sýningu þegar þú tilbúin, gjörðu svo vel. Já, það var ekki aldeilis bara að Eysteinn væri búin að finna sér hest sem alveg svona í litasettringu við hann, heldur bara gerði hann góða hluti og fór hérna í 6,17 og smelti sér í fyrsta sætið. Þannig að það gekk nú aldeilis berlega hjá þeim. Í brautinni komið Þórdís Fjellsti og Nói frá Akureyri. Nói stóðhestur undan Þristi frá Feti og Klöpp frá Kríthóli. Og þetta einstaklega lítfallegur hestur hjá hann í Þórdísi. Ég held að það sé ekki keppnisreynsla sem ég finn í fljótu bragði. En hérna, jú, ég bara að bulla tómavilsu. Hann hefur keppt, já, hérna aðeins, greinilega í höndunum á Þórdísi núna á gæðingamótum hérna hjá Grana og í kápídeildinni. Þannig að þetta greinilega upprennandi keppnishestur hjá hann. Og verður spennandi að sjá þau saman. Og svona hefðbundin Þristi litur. Rúnskjótt og smart. Nú, ég hef ekki kynnt dómarana hérna í kvöld, en dómarinn nummer 1 Halldór Viktorsson. Þá það Súsanna Sand Ólafsdóttir, Svavar Magnússon sem jafnframt yfirdómari, Hrefna María Ómarsdóttir, nummer 4, og Ketill Magnússon, nummer 5. Þetta eru þeir sem kveðja upp dómana hér í kvöld. Og við þökkum þeim Þórdísi og Nóa fyrir sína sýningu. Næstur í braut að vera Sindri Sigursson og Glettingur frá Skipaskaga og keppa þeir fyrir lið Hergil Exporthestar og tilbúin á að vera Garðar Hólm Birgisson og Eindís frá Auðsárshjáleigu. En fyrst fáum við tölur fyrir Þórdísi og Nóa, það 6,10, 6,0, 5,80, 6,10 og 5,50 sem gerir 5,97. Og þannig Sindri komin, þú bara ríði braut og hefur þína sýningu þegar þú tilbúin, gjörðu svo vel. Já, þau Þórdís og Nói, þau nældu sér 5,97 í fjórða sæti sem stendur.
og í brautin kominn Sindri Sigurðsson og Glettingur frá Skipaskaga. Glettingur með töluvert mikla keppnisreynslu, svona með það sem að ég sé, og hann ræktaður af þeim Jóni og Sigurveig á Skipaskaga og undan Mittli frá Skipaskaga. Og Glettur frá Skipaskaga. Og við þökkum þeim Sindra og Glettingi fyrir sína sýningu. Næstur í braut að vera Garðar Hólm Birgisson og Eindís frá Auðsólshjáleigu og keppa þau fyrir lið Hestaland. Og tilbúin að vera Guðný Margrét Sigurðsdóttir og Reykur frá Brennistöðum. Og það eru konar tölur fyrir Sindra og Gletting. Það er 6,30, 6,90, 7,0, 6,40 og 6,80 sem gerir 6,70. Og fyrsta sæti sem stendur. Og þarna kemur Garðar, þú mátt bara ríða í braut og hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin, gjörðu svo vel. Garðar Sigurveigarinn hérna frá síðustu keppni. Hann er hérna mættur með Eindísi frá Auðsólshjáleigu. Hún er undan sprota frá Enni og Ternu frá Auðsólshjáleigu. Og mér sýnist að Eindísi eigu hennar Svölu Bjarkar Lindsdóttur. Ég veit ekki hvað hérna, já, hún má segja frá Auðsólshjáleigu líka, þannig að hérna að hún hefur lánað honum Garðari Hólm hryssuna sína. Nú Sindri og Glettingur þeir skutust í fyrsta sætið með 6,70 og þá er staðan þannig eins og hún er núna. Það eru Sindri eftir, öðru sæti er Eysteinn Leifsson og í þriðja sæti er Bil og Hryggur frá Hryggstekk. Í fjórða sæti Harpa Dögg og í fimmta sæti sem stendur er Þórdís Fjellsted og Nói frá Akureyri. En keppnin er ekki einu sinni hálfnuð, þannig að það á ýmislegt eftir að gerast. Og eins og áður hefur komið fram að þá hérna
Þá með keppendur í það svolítið lengur inn í höllinni núna heldur en venjulega út af aðstæðum úti. Þannig að þeir voru sérstaklega beðnir að gefa góð merki þegar var að hefja keppni. Þannig að þeir hneigja sér djúpt núna þegar þeir fara á stað í sitt fyrsta atriði. Og við þökkum þeim Garðari og Eindísi fyrir sína sýningu. Næsti braut á að vera Guðný Margrét Sigurðsdóttir og Reykur frá Brennistöðum. Og þau keppa fyrir lið Kitka Suðursholt Hestakofi. Og tilbúin á að vera Herdís Lilja Björnsdóttir og Heiðrós frá Tvennu. Og það konar tölu fyrir Garðar og Eindísi, það 6,90, 6,50, 6,30, 6,90 og 6,60 sem gera 6,67. Og þarna Guðný Margrét mætt, þannig þú mátt bara ríða braut og hefur þína sýningu þegar þú ert tilbúin, gjörðu svo vel. Já, þau gerðu aldeilis góða ferð hérna Garðar Hólm og Eindís og smeltur sér upp í annað sæti með 6,67 og í brautinni núna hún Guðný Margrét Sigurðsdóttir og Reykur frá Brennistöðum og Reykur nú mjög reyndur keppnishestur og fara margar hringi bæði hér og annars staðar og þau hafa keppt saman. Já, oftast Guðný Margrét og þau fleiri í fjölskyldunni og ég svona sýnist á öllu að þetta sé aldursforsetin hvað hestakostinu varðar hér í kvöld. Þetta er gaman að sjá hesta sem endast vel og hérna eru fullorðnir í braut en mér sýnist að hann eigi stóra afmæli þetta árið og sé tvítugur. Það er svolítið gaman að segja frá því að hann er undan fræg frá Flekkudal og Venus frá Brennistöðum, þessi hestur. Og það var svolítið gaman að bara sjá ákvæmi undan honum fræg að það var svona svipað snitt á þeim oft og svona þekktust bara svona í fasi og hollingu. Gaman að sjá þær hestar skila þannig að það er svona fyrir einhverjum nörda að pæli hver ættar einkennin eru. Nú ég renni bara yfir keppnis niðurstöðurnar og það er eins og ég segi, hann er búinn að vera að keppa í fjölmörg ár með ágætis árangri.
og við þökkum þeim Guðnýju og Reyk fyrir sína sýningu. Næst í braut að vera Herdís Lilja Björnsdóttir og Heiðrós frá Tvennu og það keppa fyrir lið Mýrdalur og tilbúin á að vera Jón Bjarni Þorvarðarson og Hrollur frá Bergi. Og það eru konar tölur fyrir Guðnýju og Reyk. Það er 5,40, 4,60, 5,0, 4,30 og 5,10 sem er 4,90. Og þarna er Herdís Lilja mætt. Þú mátt bara hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin, gjörðu svo vel. Já, og þau hlutu í meðalengun 4,90, þau Guðný Margrét Sigurðardóttir og Reykur frá Brennistöðum. En þá er í brautinu hún Heiðrós frá Tvennu og Herdís Lilja Björnsdóttir. Nú Hrissan Heiðrós, hún er undan Krák frá Blesastöðum og Romsu frá Blesastöðum 1A. Og þetta er Hrissa í eigu hennar Arnhildar Halldórsdóttur og það er langur listi á þessari Hrissu. Hún er búin að keppa hér mjög mikið á svona síðustu 5-6 árum og það er býsna reynd með alveg ágætis árangri. En það eru nú sennilega að mæta hér í sína fyrstu keppni hér í Vesturlandsdeild. Það er stöllur. Vita að þú kemst ekki á staði eða að mótun er ekki frestað og enda hún hér. Og við þökkum þeim Herdísi og Heiðrós fyrir sína sýningu. Næsti braut á að koma Jón Bjarni Þorvarðarson og Hrollur frá Bergi og þau keppa fyrir lið Bergs og tilbúin að vera Lárus Ásmar Hannesson og Sónúta frá Lyngási. En fyrst eru tölur fyrir Herdísi, það er 5,40, 5,90, 4,10, 6,30 og 6,60 sem gera 5,87. Og þarna er Jón Bjarni mættur, þú mátt bara ríða í braut og hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin, gjörðu svo vel. Já, og hún Herdís Lilja og hún Heiðrós frá Tvennu, það er áttu ágætis sýningu hér, endur í 7. sæti með 5,87.
En þá eru þeir kapparnir frá Bergi mættir Jón Bjarni Þorvarðarson og Hrollur frá Bergi. Og við höfum nú séð til þeirra áður. En hann Hrollur, hann undan Gaumi frá Össuldsölu og Blesu frá Bergi. Og þau eiga þennan hest eins og marga geðinga, Bergssjónin. Og þarna hefur hann keppni. Hún gaman að segja frá því að þau voru í hálfgerðu svona öskubusku ævintýri þarna sem eigendur þessu í meistaradeildinum daginn. Það var frábærlega gaman að fylgjast með Þorgeiri Ólafssyni og skísdótturinni þeirra. Alveg bara virkilega slá í gegnum meistaradeild í Líflands. Og við fengum nú að sjá húsfreyjun og Bergjanna Unnudóru á hressunni í fyrra, eftirminnilega á fjórðungsmótinu líka, engar flottar og glæsilega saman. Og Þorgeir Ólafsson gerði góða hluti í síðustu meistaradeild. Hrissan eigendurnir og knapinn gerðu Vestlendinga mjög stolta það kvöldið. Gaman að þeirra blómstra hrossarræktarbú hérna á svæðinu hjá okkur. Þetta jú Vesturlandsdeild. En þetta var nú svona innslag úr meistaradeildinni, en við megum vera stolt af þeim. Þetta var glæsilegt. Þeir eru einbeittir þarna félagarnir. Og Jón Bjarni nú með 12 í braut, þannig að mér sýnist samkvæmt því að það séu 10 keppendur eftir. Þannig að það nóg eftir í pottinum. Og við þökkum þeim Jón Bjarna og Hroll fyrir sína sýningu. Næstur í braut á að vera Lárus Ásmar Hannesson og Sónadór frá Lyngási og keppa þau fyrir lið Hergill Exporthestar og tilbúin að vera Sunna Sigríður Guðmundsdóttir og Ófeigur frá Þingnesi. Og það konar tölu fyrir Jón Bjarna. Það 3,90, 4,30, 3,30, 3,10 og 4,0 sem gera 3,73. Og það sé að Lárus mættur og þú mátt bara hefja þína sýningu þegar þú tilbúin, gjörðu svo vel. Já, það gekk ekki alveg nógu vel í þetta skipti hjá þeim Jóni Bjarna og honum Hroll, en þeir voru nú glæsilegir og reffilegir báðir og eiga mikið inni. Þeir eru kannski ekkert vanir að fara hægt í rokinu þarna fyrir vestan, þannig að það hefur eitthvað haft áhrif á þá. En í brautina mættur Lárus Ásmar Hannesson og Sónata frá Lyngási. Og talandi glæsilegar skístætur þarna vestan á Snæfellsnesi, og hún sé nú frá, eða við eignum okkur hana þarna á Snæfellsnesinu, þó hún sé náttúrulega frá Lyngási, rækturinn fjölskyldunar. Þá þarna engar skemmtilega sissa og þau engu síður glæsileg, en hérna parið á undan. Og þau eru búin að vera að máta sér svolítið saman og þetta okkar trissa sem að líka var á fjórðungsmótinu eftirminnileg. Þannig að það gaman að eiga svona sissu. Nú, móðurættin af henni Sónötu frá Stakkhamri, hún undan Heru frá Stakkhamri, en þaðan komu ljómandi góð hross og Lárus hefur ræktað töluvert úr þeirra hópi áfram. Það átt þó nokkuð keppnishestum þaðan. Og það gerir nú sérstaklega eftir laginu sem að Lárus hefur alið undir þetta. Ég skil ekki því á hverju Eysteinn var ekki með þetta líka. Auðvitað látaður hólminn heilla sig.
og við þökkum þeim Eysteini og Sónötu fyrir sína sýningu. Að næst í braut á vera Sunna Sigríður Guðmundsdóttir og Ófegur frá Þingnesi og þau keppa fyrir lið Hestaland og tilbúin á vera Reynir Örn Pálmason og Alfa frá Margrétarhofi. Og Sunna komin í braut, þannig þú mátt bara hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin, gjörðu svo vel. Það vantar tölur frá 5. dómara. Það eru tölur fyrir Lárus og Sónötu, það er 5,60, 5,0, 4,30, 4,80 og 3,90 sem gera 4,70. Já, hún Sunna Sigríður, hún meðan Ófeig frá Þingnesi og þau eru held ég að mæta hér í fyrsta sinn í hérna þessa deild eða þessa keppni. Hún hérna, nei hann Ófeigur fyrirgeðu, hann Ófeigur frá Þingnesi, hann undan Sveini Hervari og Gátu frá Þingnesi. Kemur ábyggilega úr ræktun þeirra bræðra Sveinbjörns og Þorsteins í Þingnesi. Nú Lárus og Sónata hluti meðlangum 4,70 og eru í 11. sæti sem stendur. Ófeigur bara töluvert mikið reyndur keppnishestur. Hefur verið að taka þátt í keppni eiginlega stanslaust frá 2019 með alveg ágætis árangri. Og ræktandinn, já, eins og áður sagði Þorsteinn Eyjólfsson í Þingnesi. Og við þökkum þeim Sunnu Sigríði og Ófeigi fyrir sína sýningu. Næstur í braut á vera Reynir Örn Pálmason og Alfa frá Margrétarhofi og keppa þau fyrir Hestaland. Nei, keppa fyrir, það er á einhver ruglingur á þessu. En tilbúin á vera Inga Dís Víkingsdóttir og Svarta Rún frá Kviku. Og það eru konar tölur fyrir Sunnu Sigríði, það er 6,10, 5,90, 6,40, 6,0 og 5,80 sem gera 6,0. Og þarna er Reynir mættur og þú mátt bara ríða í braut og hefði þína sýningu þegar þú ert tilbúin, gjörðu svo vel.
Já, Sunna Sigríður og Ófeigur frá Þingnesi að þau hlutu 6,0 sem er 7. sætið. Þannig að það er inn í hérna B-úrslit. Nú Reynir Örn Pálmason og Alfa frá Margrétar hafa verið mætt. Og Alfa er Kveiksdóttir sem Dan Kveik frá Stangalegg. Þeim mikla geðingaföður. Og Hríslu frá Margrétarhofi. Og þetta er hátæmd trissa og það er mikið svona kveiksnitt á henni, marga máta, svona þessi mýkt og skemmtilegheit. Hún er meðal annars með 9 fyrir tölt og 9 fyrir samstarfsvilja og 8 fyrir reið. En ég sé nú ekki í sambandi við, þetta er nú sannlega hennar frumraun í þessu dæmi. Það var að breyting hjá 5. dómara eða 3. dómara. Og við þökkum þeim Reyni og Ölfu fyrir sína sýningu og það er breyting hjá 3. dómara að fyrir Herdísi að hún fer úr 0 í 5-5 fyrir greitt tölt og næsti braut að vera Inga Dís Víkingsdóttir og Svartarún frá Kviku og keppa þau fyrir lið keppa fyrir Kitka, Söðursholt Hestakofi og tilbúin að vera Tinna Rutt og Melrós frá Aðalbóli. Og það eru konar tölu fyrir Reyni, það er 6,40, 6,0, 5,60, 6,30 og 6,30 sem gerir 6,20. Já, það verður ekki verið til einskis fyrir þau Reynir Örn og þarna er Inga Dís mætt, þú mátt bara hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin, gjörðu svo vel. Það verður ekki verið til einskis fyrir Reynir Örn og Ölfu að mæta því að þau eru með 6,20 og konið upp í 3. sæti. Þannig að það er nú alveg, gæti verið alveg vonum sæti í A-úrslitum. Nú Inga Dís Víkingsdóttir og Svartarún frá Kviku eru mættar. Svartarún er undan Gaum frá Auðsholtshjáleigu og Sótu frá Kolsholti 2. Og þær hafa ekki kannski mikla keppnisreynslu en þetta er dæmd trissa sem hann Eysteinn Tjörvi sýndi í fyrstu verðlaun og þær eru mættar hjá stöllur Galvaskar og 5. sætið núna sem stendur það er hún Bil Guðröðardóttir og þar er einhverjum 6,13 þannig að það þarf að fara yfir 6,13 til að segja möguleika í A-úrslit eins og stendur.
Og við þökkum þeim Ingu Dís og Svörtunótt fyrir sína sýningu. Næsti braut að vera Tinna Rut Jónsdóttir og Melrós frá Aðalbóli. Og þau keppa fyrir lið Mýrdalur. Og tilbúin að vera Guðmar Freyr Magnússon og Snerpa frá Hólum. Og það eru konar tölur fyrir Ingu og Svörturún. Það er 5,0, 4,90, 4,4, 5,50 og 4,80 sem gera 4,90. Og þannig Tinna mætti braut, þú mátt bara ríði braut og hefði þína sýningu þegar þú ert tilbúin, gjörðu svo vel. Já, Inga Dís og Svartarún hluti meðlengu 4,90 en þá er koni brautina Tinna Rut og Melrós frá Aðalbóli en þetta er hrissa sem að Tinna telti fram hér á síðasta móti undan Óskasteini frá Íbishóli og þjóðhátíð frá Melum og þetta er hrissa sem er í eigu Tinnu og Sveins Pálssonar og það eru mættar hér galvaskar. Við þakkum þeim Tinnu og Melrós fyrir sína sýningu. Næstur í braut á að vera Guðmar Freyr Magnússon og Snerpa frá Hólum og keppa þeir fyrir lið Bergs og tilbúin á að vera Ísólfur Ólafsson og Snót frá Aðalbóli 1 og það eru konar tölur fyrir Tinnu. Það er 5,30, 3,90,
4,80, 4,50 og 4,60 sem gerir 4,63. Þetta Guðmar mættur, þú mátt bara hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin, gjörðu svo vel. Tinna Rutt og Melrós hluti meðlengun 4,63 sem færir þeim 15. sætið. En í brautinni komið Guðmar Freyr Magnússon, hann með hana Snerpu frá Hólmum og Snerpa þessi undan Jarli frá Árbæjarhjáleigu og Gjóstu frá Laufási og þetta hrissa sem að í eigu, býttu nú við, í eigu Guðmars Freyrs en ræktuð af Axel Sveinbjörnsyni og Silju Ágústsdóttur og ég var að fletta upp upplýsingum svona til þess að renna yfir, til þess að kynna mér að því þetta ekki svo sem að maður þekkir allavega og þetta hérna dæmd hrissa með fínustu tölur, hefur farið ágætisdóm og svona að byrja sem keppnisferil. Það ekki margar keppnisskráðar en greinilega svona, að byrja sem keppnisferil og lofar býsna góðu. Það nú gaman að fá eins og áður, eða ég margótt áður sagt, nýja keppendur hérna í deildina og unga og efnilega knappa sem hefur að gera það gott. Guðmar Freyr svo sannarlega einn af þeim. Og við þökkum þeim Guðmari og Snerpu fyrir sína sýningu. Næstur braut á að vera Ísólfur Ólafsson og Snót frá Aðalbóli 1 og þau keppa fyrir Hestaland og tilbúin á að vera Benedikt Þór Kristjánsson og Tvenna frá Vogatungu. En fyrstur tölur fyrir Guðmar og Snerpu, það 5,60, 5,50, 5,80, 5,80 og 5,10 sem gera 5,63 og þarna Ísólfur mættur, þú mátt bara hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin, gjörðu svo vel. Já, Guðmar Freyr og Snerpa frá Hólmum hlutu 5,63 í meðlengun en þá komin í brautina hann Ísólfur Ólafsson og hann með hana Snót frá Aðalbóli, Snót undan Glúmi frá Dallandi og Spyrnu frá Holtsmúla og þau mætt hér galvösk. Ég held að þetta megi teljast vera, ég held að sé rétt í mér að þetta sé bara frumraun. Þannig að þetta nei, það ekki alveg frumraun, en það eru örlítil keppnisreynsla núna á þessu ári. Þau eru greinilega bara að byrja sinn feril. Nei, ég sé nú ekki að bulla einhverja tómavilsu og hérna og já, líka ef ég væri nú þokkalega glögga þá myndi ég sennilega muna eftir þeim frá því á Hvanneyri
Ég er ekki betur en þetta, en þarna eru allavega mætt galvösk og þau eru keppendur númer 19 og það eru 22 gráður til leiks, þannig að þetta fyrir nú svona síga á seinni hlutan. Það segir ekki til hvernig endanleg röð verður inn í úrslit. Það er alltaf gaman finnst mér að sjá hvíta fróði í munninum á haustunum. Mér finnst það alltaf að gefa svona ákveðin skilaboð. Og við þökkum þeim í Zoomi og Snót fyrir sína sýningu. Næstur í braut að vera Benedikt Þór Kristjánsson og Tvenna frá Vogatungu og þau keppa fyrir lið Mýrdalur og tilbúin að vera Jóhann Magnússon og Þekking frá Bessastöðum. Og það eru konar tölu fyrir Ísólf og Snót, það er 6,30, 5,80, 5,50, 5,60 og 5,40 sem gera 5,63 og þarna er Benedikt mættur, þú mátt bara hefði þína sýningu þegar þú ert tilbúin, gjörðu svo vel. Já, Ísólfur Ólafsson og Snót hlutu í meðalengun 5,63 sem að fleytir þeim upp í 10. sætið og það segir að hann er þá inn í B-úrslitum en sem komið en 3 vaskir keppendur réttir. Þar á meðal Benedikt Þór Kristjánsson og Tvenna frá Vogatungu sem eru núna í braut. Nú, Tvenna, hún er undan honum Lukkuláka frá Stóra Vatnsskarði og Þrenningu frá Vogatungu. Þetta er svolítið spari litur á risunni, brúnblesótt. Þannig að hún hefur smá svona skraut frá pappa sínum og ekki sínum sami grunn liturinn. Og þá þarf eins og áður sagði 5,63 til þess að komast inn í B-úrslitin eða vera gjaldgengur þar. En hins vegar er það 6,13 til þess að komast í A-úrslitin. Og ég var einu sinni búin að kynna dómarana en það renni verið aftur svona til upplýsinga fyrir þá sem að vilja það vita. Fyrsti dómar er Halldór Viktorsson, númer 2 er það Súsanna Sand Ólafsdóttir, númer 3 er það Svavar Magnússon, númer 4 er Hrefna María Ómarsdóttir og númer 5 er það Ketill Björnsson.
og við þökkum þeim Benedikt og Tvennu fyrir sína sýningu. Næstur Jóhann Magnússon og þekking frá Bessastöðum og keppa þau fyrir Skáney að ég held. Og tilbúin að vera Glódís Líf Gunnarsdóttir og Hekla frá Hamarsey. Og það eru komnar tölur fyrir Benedikt og Tvennu. Það er 6,30, 5,10, 5,90, 5,90 og 4,80 sem gera 5,63. Og þarna Jóhann mættur, þú mátt bara hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin, gjörðu svo vel. Já, Benedikt Þór og Tvenna hlutu 5,63 sem gaf þeim 11. sæti, þannig að það er mjótt á munum þarna. Það eru 3 kappar sem eru búin að vera hérna í röð, allir með 5,63, en það er eitthvað sem skilur þarna á milli. Síðan í brautina komin Jóhann Magnússon og þekking frá Bessastöðum. Þekking undan Mjölni frá Bessastöðum og Emblu frá Þóreyjarnúpi. Og hún ræktuð og í eigu Jóhanns Birgis Magnússonar sem jafnframt knabbinn. Og þau eru næst síðustu keppendur í þessum flokki í kvöld. Þannig að línur fara að skýrast. Nú, hún þekking, hún með þó nokkuð mikla keppnisreynslu. Það búið að keppa á henni á töluvert mörgum mótum með ágætis árangri. Og við þökkum þeim Jóhanni og þekkingu fyrir sína sýningu og þá það síðasti keppandinn hér í kvöld sem Glódís Líf Gunnarsdóttir og Hekla frá Hamarsey og það keppa fyrir lið Mýrdalur. Og það konar tölur fyrir Jóhann, vantar aðeins staðfestingu á 2 dómurum komið og það 2,40, 3,40, 3,90, 2,10 og 2,30 sem eru 2,70 og þarna Glódís Líf mætt, þú mátt bara hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin, gjörðu svo vel. Já, það gekk ekki alveg upp hjá með Jóhanni Magnússon og þekkingu frá Bessastöðum, en það gengur bara betur næst. Það getur nú verið rok í þeim og raglandi eftir að vera búin að fara yfir Holtavörðuheiðina hérna til þess að mæta hingað. Þetta nú dágóður spotti, en það komið að síðasta keppandanum hér í kvöld sem hún Glódís Líf Gunnarsdóttir og hún með Heklu frá Hamarsey. Hekla undan stóðhestinum Gretti frá Hamarsey og Hörku frá Hamarsey sem var nú þekkt risa hér á sínum tíma í keppni. Og þær eru mættar hér, stöllur.
Hún Hekla, hún með töluvert mikla keppnisreynslu. Það búið að vera að keppa svona, já, töluvert mikið á henni með bara ljómandi góðum árangri frá 2019. Þannig að þær orðnar býstna reyndar saman stöllurnar. Býstna góður bragur á þeim bara. Og við þökkum þeim Glódísi Líf og Heklu fyrir sína sýningu. Þetta var jafnframt síðasta parið hér. Og þá gerum við hlé þar til við hefjum B-úrslit í T2. En það konar tölur fyrir Glódísi og Heklu. Það 6,10, 5,90, 5,80, 5,60 og 6,10 sem gera 5,93. Og við gerum hér 20 mínútna hlé, þannig að við hefjum hér leika aftur. Við byrjum hér aftur 22:40 á B-úrslitum í T2. Já, lokaspretturinn 23 En jöfnu það hefur kapparnir farið þannig að inn í B-úrslit eru Herdís Lilja Björnsdóttir og Heiðrós, Glódís Líf Gunnarsdóttir og Hekla frá Hamasey, Þórdís Fjellste og Nói frá Akureyri, Sunna Sigríður og Ófeigur frá Þingnesi, Harpa Dögg og Hrynjandi. Og inn í A-úrslit Bil Guðröðardóttir og Hryggur frá Hryggstekk, Eysteinn Leifsson og Fjóla frá Vestri, Reynir Örn Pálmason og Alfa frá Margrétarhofi, Garðar Hón Birgisson og Eindís frá Auðsárshjáleigu og Sindri Sigursson og Glettingur frá Skipaskaga. Þau mæta hér í úrslit á eftir. Já, eins og áður sagði voru þetta 3 kappar jafnir í 11. til 13. sæti og þeir duttu út á síðasta hesti. Þannig að þetta, þó alltaf sé gaman að sjá góða hesta og knappa. Og ég ætla að láta vita hér af því að það verður gerða nokkra mínútur, einhverja 5-8 mínútur fyrir hestana í A-úrslitum að hita upp inni fyrir A-úrslitin. Þannig að þeir sem eru að fara að ríða A-úrslit, þeir vita því að geta hitað upp hér inni fyrir A-úrslitin. Og við byrjum hér aftur 22:40. Ég hveti ykkur til þess að fara inn ef þeir eru með Hornsteinappið og skoða tölurnar og velta vöngum og vera búin að undirbúa okkur fyrir að horfa á úrslitin, bæði B- og A-úrslitin og svona velta vöngum yfir því hvað ykkur finnst tölur og annað slíkt. Þetta svo gaman að geta velt þessu fyrir sér þegar svona sýningarnar eru sýndar í heild eins og þarna en svo náttúrulega þegar kemur að úrslitunum og þá það þannig að það sést bara hver hestur í skamma stund. En endilega reynið nú að gera góða kvöldstund úr þessu og velta vöngum yfir þessu fram og tilbaka og vera búin að skoða tölur áður en hestarnir mæta aftur. Þá hefst ný keppni. Heyrumst eftir smá.
Þá fyrir nú svona að styttast í það, við farum að sjá þá keppendur sem eru í B-úrslitum og það er mikið kvennaveldi í þessum fyrstu úrslitum. Þar eru 5 vaskar valkerjur. B-úrslit í T2 og dómar eru að koma sér fyrir og þessi úrslit verða riðin þannig að fyrst er riðin frjálsferð, svo er riðið hægtölt og síðan er riðið tölt á slökum taum upp á báðar hendur. Þannig að það væri fínt ef að keppendur myndu fara að rýma salinn áður heldur en ég kalli ykkur inn í réttri röð. Og eru dómarar tilbúnir? Já, allt klárt. Þá fyrir við bara að kalla inn hérna fyrsta keppenda, það er Herdís Lilja Björnsdóttir og Heiðrós frá Tvennu og það eru merkt með rauðu. Síðan er það Glódís Líf Gunnarsdóttir og Hekla frá Hamasey, merktan með gulu. Og svo er það Þórdís Fjellsteð og Nói frá Akureyri, merkt með grænu. Og Sunna Sigríður Guðmundsdóttir og Ófegur frá Þingnesi, merkt með bláu. Og að lokum Harpa Dögg Bergmann Heiðarsdóttir og Hrynjandi frá Kviku, merkt með hvítu. Og það eru allir komnir í braut og bílinn eru fín, þannig að þið megið bara sýna okkur greitt tölt, eða tölt með frjálsum hraða, gjörið svo vel. Þá er allt komið á siglingu, þarna eru þær Þórdís Þórdís og Nói frá Akureyri, þristsonurinn. Og þá eru það Herdís Lilja og Heiðrós. Þarna eru þau Glódís Líf og Hekla frá Hamasey. Og Harpa Dögg og Hrynjandi frá Kviku og Þórdís aftur með Nóa sinn. Og Glódís Líf. Og þarna eru það Sunna Sigríður með Ófeig frá Þingnesi. Og Harpa Dögg. Þetta er orðið gott á tölti á frjálsum hraða. Þannig að ég vil biðja keppendur að hægja niður og snúa við og jafna bilinn fyrir næsta atriði. Á meðan við lesum upp tölur fyrir tölt með frjálsum hraða. Endilega stilla sig vel af og hafa góðan tíma. Það vantar staðfestingu frá dómara 4 og 5. Og það er komið, þá er það fyrst fyrir Herdísi og Heiðrós, það er 5,50, 5,50, 6,0, 6,0 og 6,50 sem gerir 5,83. Fyrir Glódísi Líf og Heklu, það er 6,50, 5,50, 6,0, 6,0 og 6,50 sem gerir 6 og 17. Fyrir Þórdísi og Nóa, það er 6,50, 7,0, 7,0, 6,50 og 6,0 sem gerir 6,67. Fyrir Sunnu Sigríði og Ófeig, það er 7,0, 6,50, 6,50, 7,0 og 6,50 sem gerir 6,67. Og að lokum fyrir Harpu Dögg og Hrynjanda, það er 7,50, 6,50, 6,50, 6,50 og 6,50 sem gerir 6,50. Og bílinn, nei, þau eru aðeins að laga bílinn undir Arion bankamerkinu.
Sunna, ef að þú myndir aðeins hingra, laga aðeins spilin, stelpur. Og þetta er orðið fínt núna, þið megið sína okkar hægt tölt, gjörið svo vel. Og þá brunar á stað á hægu tölti, ef maður getur sagt það, maður bruna á hægu. En hérna staðan eftir þessa fyrstu grein er þannig að þær eru jafnar, Sunna Sigríður og Þórdís Fjeldsted með 6,67, þá Harpa Dögg með 6,50 og Glódís Líf með 6,17 og að lokum Herdís Lilja með 5,83. Þannig að þetta er bara jöfn og spennandi keppni hjá þeim. Og það er á Glódís Líf. Og hún er með henni Heklu frá Hamarsi. Það eru Þórdís og Nói. Og Harpa Dögg með Hrynjanda frá Kviku. Sunna Sigríður. Og þetta er orðið gott á hægu tölti. Þannig að ég vil biðja keppendur að snúa við og jafna bilin áður en við förum í loka atriðið. Og það eru komnar tölur, það er fyrst fyrir Herdísi og Heiðrós. Það er 5,0, 5,50, 6,0, 6,0 og 5,50 sem gerir 5,67. Fyrir Glódísi og Heklu 6,0, 5,50, 5,50, 5,50 og 6,0 sem gerir 5,67. Og fyrir Þórdísi og Nóa það er 6,0, 6,50, 6,50, 6,0 og 6,50 sem gerir 6,33. Fyrir Sunnu Sigríði og Ófeig það er 6,50, 6,0, 6,50, 6,50 og 6,0 sem gerir 6,33. Fyrir Hörpu Dögg og Hrynjanda það er 6,0, 5,50, 6,0, 6,0 og 5,50 sem gerir 5,83. Og bilin eru fín, þannig að þið megið sína okkur tölt á slökum taum, gjörið svo vel. Já, og þá er komið að síðasta atriðinu sem að jafnframt ræður úrslitum og vegur þungt. Staðan er hins vegar þannig að Sunna Sigríður leiðir, þá Þórdís Fjeldsted, Harpa Dögg, Glódís Líf og Herdís Lilja. Allt getur nú gerst og allt ræðist þetta nú að því hvernig þetta gengur allt saman á slakatömnum. Það er alveg úrslita atriðið. Þetta gengur svona á misjafnlega, skulum við segja. Á köflum vel, en þetta er þunn lína að láta þetta allt saman heppnast. Þetta er öryggið uppmálað þarna. Taumur er sannarlega slakur. Þið megið hægja niður og snúa við. Og nú gerum við 2 mínútna hlé, þannig að þið jafni bilin á meðan við bíðum.
Það eru 20 sekúndur. Það eru 10 sekúndur. Og þið megið fara af stað, gjörið svo vel. Töll á slökum taum. Og þá komið að keppnin upp á hina höndina. Og það sem fyrir hvernig tiltekst í þessari grein sem að ræður úrslitum. Hversu miklar leiðréttingar þurfa að fara fram. Hvernig taktur og hraði og flæði allt saman er. Leiðréttingar geta verið mjög dýrar. Og þetta komið gott, þið megið hægja niður knappagóðir. Þökkum ykkur fyrir ykkar sýningu. Þið safnist saman þarna við KB-merkið þar sem að dómarar fara yfir hestan ykkar. Og svo má eiga hestarnir og keppendur í A-úrslitunum koma í salinn og byrja að hita upp sína hesta. Og ég ætla einnig að minna áhorfendur á það þegar þeir fara hér úr salnum á eftir að taka með sér rusl og setja í tunnur sem eru hérna við endan á ganginum. En það eru komnar tölur fyrst fyrir Herdísi og Heiðrós. Það er 5,0, 6,0, 6,0, 6,50 og 6,0 sem gerir 6,0. Fyrir Glódísi og Heklu. Það er 5,50, 6,50, 4,50, 5,0 og 6,50 sem gera 5,67. Fyrir Þórdísi og Nóa, það er 6,0, 7,0, 5,5, 6,0 og 6,0 sem gera 6,0. Og fyrir Sunnu og Ófeig, það er 6,50, 5,50, 7,0, 5,0 og 7,0 sem gera 6,33. Og að lokum fyrir Hörpu og Hrynjanda, það er 4,50, 4,0, 3,0, 4,0 og 4,0 sem gera 4,0. Og það verður lagi alla hestana. Þannig að ég bið keppendur, það kom allir hér í verðlaunaafhendingu bara á eftir, þannig að þið kannski takið hérna merkingarnar af, þannig að keppendur í A-úrslitunum geti hérna fengið merkingarnar. Og nú gerum við síðan það bil 5 mínútna hlé fyrir keppendur í A-úrslitum að hita upp. Ég er aðeins að líta yfir þá keppendur sem að koma til með að mæta í A-úrslit og það er svolítið skemmtileg skiptingin að því ég var að tala áðan að það var bara kvennaríki í B-úrslitunum. Það er svona munaði engu að það er þannig líka í A-úrslitum nema að Bil Guðröðardóttir að hún smelti sér í A-úrslitin þannig að hún er þar með 4 köllum og þetta eru vaskir knapar sem eru að mjótt á munum og þetta getur farið allavegana. En
Þetta eru þeir Sindri Sigursson, Garðar Hólm, Reynir Örn Pálmásson, Eysteinn Leifsson og síðan hún Bil Guðröðardóttir sem að etja kappi hér á eftir. En þau koma núna inn og fá að hitta upp að því að þó veðrið sé kannski eitthvað farið að lagast eða í það minnst að breytast, að þá allavega færið ekkert sérstakt úti. Vonum bara þessi úrkoma sem var hérna áðan sé ekki búin að breytast í snjó, því að þetta var alveg orðið bara eins og hálfgjört nóaflóð hérna úti. En nú eru á skjánum endursýningar frá hérna bíóslitunum og það er eins og ég sagði við ykkur áðan, þetta er gaman að skoða tölur og svona því sem þið náið. Náttúrulega heildar sýningarnar eru í forkeppninni en svona glefsur af öllum í úrslitunum. Þannig að það er gaman að bera þetta saman og skoða svona eins og þið getið. Gaman að vera heima og vera sófadómari. Það er gott hlutverk. Nú ég er ekki búin að kíkja í mótaskrána en mér minnir einhvern veginn að það séu 3 vikur á milli móta, þannig að það sé næsta mót Vesturlandsdeildar eftir 3 vikur. Og þá heldur keppnin áfram og milli eru mót í KB-mótaröðinni sem að til dæmis verður fram hérna í Borgarnes á laugardaginn og fleiri mót.
Jæja, þá eru þeir komnir með merkingar fyrir knapana og síðan þegar er búið að koma merkingunum á, þá förum við bara fljótlega að lesa hér inn og hefja úrslit í slagtaumatölti. Þannig að ef keppendur myndu rýma salinn núna þegar það er búið að merkja og svo lesi ykkur inn í réttri röð. Og ekki dómarar tilbúnir? Allt klárt þar. Þannig að þá köllum við bara inn. Það er Bil Guðröðardóttir og Hryggur frá Hryggstekk, merkt með gulu, Eysteinn Leifsson og Fjóla frá Vestri, merkt með grænu. Við með bara að koma inn í þessari röð. Og Reynir Örn Pálmarsson og Alfa frá Margrétarhofi, merkt með bláu. Og Garðar Hólm Birgisson og Eindís frá Auðsólshjáleigu, merkt með hvítu, og að lokum Sindri Sigursson og Glettingur frá Skipaskaga, merktur með svörtu. Jæja, þá er nú bara allt að fara að sigla hér í að við förum að sjá bara að loka sýningu kvöldsins á úrslitin hérna. Og það eru vaskir kappar sem eru þar mættir til leiks og ætla örugglega ekki gefa neitt eftir. Og bilin eru nokkuð góð, þannig að þið megið sýna okkur tölt með frjálsum hraða, gjörið svo vel. Og þarna eru þau í fínu litasettiringunni sinni, Eysteinn og hans glæsisissa. Og Garðar Hólm. Og hann er með Eindísi frá Auðsólshjáleigu. Og svo er það Bil Guðröðardóttir með Hróðssonin, Hrygg frá Hryggstekk. Eysteinn og Fjóla frá Vetri. Og Sindri og Glettingur frá Skipaskaga. Og þetta er orðið gott á frjálsum hraða, þið megið bara hægja niður og snúa við og endilega jafna bilin á meðan við lesum upp tölur. Og bara halda hestunum ykkar á feti á meðan við lesum upp. Það vantar einkunnir frá 5. dómara.
Bara endilega halda hestunum á feti og passa upp á bilin. Allir sem gott svæði fyrir hægatöltið. Tölur og þá fyrst fyrir bil og hrygg, það 7,50, 7,0, 7,0, 7,0 og 7,0 sem gerir 7,0. Fyrir Eystein og Fjólu, það 6,50, 7,0, 6,0, 6,50 og 6,50 sem gerir 6,50. Fyrir Reyni og Ölfu, það 6,50, 7,0, 6,50, 7,0 og 7,0 sem gerir 6,83. Fyrir Garðar Hólm og Eindísi, það 7,50, 6,50, 6,50, 6,50 og 7,0 sem gerir 6,67. Og að lokum fyrir Sindra og Gletting, það 7,0, 6,50, 7,0, 6,50 og 7,0 sem gerir 6,83. Bilin eru góð og þeim sýna okkur hægt tölt, gjörið svo vel. Og þá eftir þessar tölur þá staðan þannig að hún bil og hann hryggur, þau leiða. Þar á eftir eru jafnir Reynir Örn og Sindri. Þá það Garðar og Hólm og þar á eftir Eysteinn Leifsson. En það mjótt á milli þeirra. Þannig að það ekki, þetta alls ekkert farið að gefa neina vísbendingar hvernig keppnin endar í kvöld. Þarna eru Eysteinn og hún Fjóla. Þá það Reynir og Alfa. Garðar Hólm og Eindís og Auðsholtsjölu og þá bil og hryggur og hryggstekk. Eysteinn og Fjóla og Garðar Hólm og Eindís. Og þetta orðið gott á hægu tölti. Þið megið hægja niður og snúa við og hafa góð bil. Á meðan við lesum upp tölur fyrir hægt tölt. Og það komnar tölur fyrir hægt tölt, þá það fyrst fyrir bil og hrygg, það 6,50, 7,0, 6,0, 7,0 og 6,0 sem gerir 6,50. Fyrir Eysteinn og Fjólu, það 6,50, 7,0, 6,50, 7,0 og 6,50 sem gerir 6,67. Fyrir Reyni og Ölfum, það 7,0, 7,0, 6,50, 7,0 og 6,50 sem gerir 6,83. Fyrir Garðar Hólm og Eindísi, það 6,50, 6,50, 6,50, 6,50 og 6,50 sem gerir 6,50. Og lokum fyrir Sindra og Gletting, það 7,0, 6,50, 6,50, 6,50 og 6,50 sem gerir 6,50. Og bilin eru góð, þannig að þið megið bara sýna okkur tölt á slökum taum, gjörið svo vel. Og þá það fyrri helmingurinn á lokaatriðinu og það fyrst upp á þessa hönd og síðan snúaður við. Staðan eins og hún eftir það sem búið
Það þannig að Reynir Örn komin upp í efsta sætið með 683 á Bil og Hryggur. Þar á eftir Sindri og Glettingur, Eysteinn og Fjóla og Garðar Hólm og Indís. Þannig staðan áður en að þetta kemur upp. Og þarna Reynir og Alfa og Eysteinn og Fjóla og Garðar Hólm og Indís. Og Bil og Hryggur. Þetta eru samkvæmlega hópbröð hérna. Og þetta komið gott, þið megið hægja niður og snúa við. Og nú gerum við 2 mínútna hlé. Þið reynið að jafna bilin, það betra fyrir alla. Að jafna bilin áður ég setja ykkur aftur af stað. Og ég læti ykkur vita þegar eru 20 sekúndur eftir og svo aftur þegar eru 10 sekúndur. Garðar var sigurvegari á síðasta móti, þannig að það verður spennandi að sjá hvernig þetta fer núna. Það allir líklegir þangað til að síðustu tölur kom upp. Þarna Sindri og Glettingur frá Skipaskaga. Þá Reynir Örn og Alfa frá Margrétarhofi. Eysteinn og Fjóla. Og Bil og Hryggur frá Hryggstekk. Og Garðar Hólm og Indís frá Auðsholtsfjörlega. Og það eru 20 sekúndur eftir. Nú voru að passa vel upp á bilin. Tíu sekúndur. Og þið megið sýna okkur tölt á lausum taum, gjörið svo vel. Og þá brunaði á stað og þarna eru Bil og Hryggur. Eysteinn og Fjóla og Reynir. Og þetta orðið gott. Keppendur þið megið hægja niður og safnast saman við KB-merkið. Og ég ætla að minna aftur á að biðja fólk að kippa með sér tómum dósum og rusli og setja það í viðeigandi körfur leið þau labba út. Og það eru konar tölur, þá er það fyrst fyrir Bil og Hrygg.
Það 6,0, 7,50, 6,50, 7,0 og 6,0 sem gerir 6,50. Fyrir Eystein Leifsson og Fjólu. Það 6,50, 6,50, 4,0, 6,50 og 6,0 sem gerir 6,0. Fyrir Reyni og Ölfu. Það 6,50, 6,50, 6,0, 6,50 og 6,50 sem gerir 6,50. Fyrir Garðar og Eindísi. Það 6,50, 7,50, 7,0, 6,0 og 6,0 sem gerir 6,50 og lokum fyrir Sindra og Gletting. Það 7,50, 8,0, 7,50, 7,50 og 7,50 sem gerir 7,50. Og þá hérna liggja niðurstöðu fyrir og við köllum hér upp fyrst niðurstöður og B-úrslitum hér eftir smástund. Þegar starfsmenn verslunardeildanna hafa gefið mér merki að allt sé klárt. Óli, þú veifar til mér þegar allt er klárt til að fara að kalla inn í velnaðutingu. Heyrðu, það allt klárt þannig að við byrjum bara og í 10. sæti hefur orðið Harpa Dögg Bergmann og Hrynjandi frá Kviku með einkunna 5,08. En við byrjum þau að koma hér í salinn. Og í 9. sæti hefur orðið Glódís Líf Gunnarsdóttir og Hekla frá Hamarsey með einkunna 5,79. Í 8. sæti hefur orðið Herdís Lilja Björnsdóttir og Heiðrós frá Tvennu með einkunna 5,88. Og í 7. sæti Þórdís Fjellsteð og Nói frá Akureyri með einkunna 6,25. Og sigurvegarinn í B-úrslitunum Sunna Sigríður Guðmundsdóttir og Ófeigur frá Þingnesi með einkunna 6,42. En að biðja keppendur úr B-úrslitum að koma hér í salinn og taka við verðlaunum. Og þá það 5. sætið að í 5. sæti hefur orðið Eysteinn Leifsson og Fjóla frá Vestri með einkunna 6,29 og í 4. sæti Garðar Hólm Birgisson og Eindís frá Auðsóshjáleigu með einkunna 6,54. Í 3. sæti Bil Guðröðardóttir og Hryggur frá Hryggstekk með einkunna 6,63. Og í öðru sæti hefur orðið Reynir Örn Pálmason og Alfa frá Margrétarhofi með einkunna 6,67. Sem segir okkur að sigurvegarinn Sindri Sigurðsson og Glettingur frá Skipaskaga með einkunna 7,08. Og það ef einhver vill halda í hestin fyrir Sindra, þannig að á meðan hann stígur á pall, einhver niður á gólfi sem getur haldið í hestin fyrir Sindra?
og við óskum öllum innilega til hamingju. Já, þetta voru spennandi úrslit og skemmtilega sýningar og mér langar bara að þakka fyrir mig hérna í kvöld. Þetta var frábært mót eins og þau ávallt eru Vesturlandsmótin og við hlökkum bara til þess að sjá ykkur og heyra í ykkur eftir 3 vikur þegar næsta mót fer fram. En ég vil bara óska öllum keppendum til hamingju og þakka þeim sem kom að þessu kærlega fyrir. Sigrún Ólafsdóttir kveður hérna á Borgarnesi. Og þá liggja niðurstöður fyrir í liðakeppninni að í kvöld var í 3. sæti með 36 stig var lið Mýrdalur, í öðru sæti með 51 stig var Hestaland með 51 stig og sigurvegarinn í kvöld með 58 stig var Hergill Exporthestar. Þannig að við byggjum liðsfélaga úr Hergill Exporthesta að koma og taka við verðlaunum og minni fólk á að taka allt lauslegt með sér úr brekkunni og setja í viðeigandi tunnur á leiðinni út. Og til gamans að þá má segja að Flott Fax er með 23 stig, Skáney 53 stig, Berg 55 stig, Kitka Söðsholt Hestakofi er með 56 stig, Mýrdalur 65 stig, Hergill 89 stig og Hestaland 101 stig eftir kvöldi í kvöld. Og svo verða allar niðurstöður nánari birtar á Facebook, þannig að bara endilega fylgjast með þar. Og við óskum liði Hergills Exporthesta innilegar hamingjóskir og óskum ykkur öllum góðra heimferðar og þökkum hér fyrir í kvöld. Takk fyrir mig.